Sumarið 2022 hefur verið mikið ferðamannasumar allt land, þar á meðal fyrir norðan. Við Mývatn, nánar tiltekið á Geiteyjarströnd, reka ung hjón ferðamannaþjónustu og ég ræddi við þau sumarið. Sumarið er búið að vera nokkuð gott. Þetta er búið að vera strembur núna síðustu 2 ára á COVID-tímanum, en þetta sumar er búið að vera bara alveg frábært, góð nýting og mikið af fólki á svæðinu. Já. Þannig að landið er að rísa? Já, heldur betur, og það verður mikill ferðavilji í fólki og við höfum tilfinningu fyrir því á þessu svæði að hlutdeildin okkar hér sé nokkuð góð. Fólk vilji gjarnan komast bara út í náttúruna og njóta lífsins eftir þennan COVID-tíma. Hvað er það sem þið hafið upp að bjóða hér? Já, við erum með gistiheimili sem heitir Dimmuborgir Gestahús og svo erum við með taðræktan silung og erum reykján á staðnum eftir aldagömlum hefðum frá pappans Helga og kannski afans líka. Og svo erum við bara með hefðbundin búskap, við erum með kindur eða svona hobbybúskap. Sparifé. Og hross og svona eitthvað hefðbundið í sveitinni, blanda af ýmsu. Já. En svona alreksturinn er á fiskurinn og gistiheimilið. Og Reykhúsið er auðvitað búið að vera hér alveg frá því að pappi byggði hérna upp úr 1970 og byggir á þessari gömlu hefð á það sem er þurrsalta og hengja og reykja þennan silungur Mývatnssveit eins og svo margir þekkja. Gistireksturinn fór svo á stað á árunum 2005-06, þannig að þetta er að verða einhverja 16-17 ár líklega nú þegar. Og erum með gistingu í smáhýsum og herbyggjum og erum að taka á móti fjölskyldum og hópum og allavega ferðalöngum allt árið umkring. Við erum búin að sjá þetta kannski síðan svona 2010, en annars var þetta meira svona sumar. En það var þetta aðalega á sumrin til að byrja með, en sem betur fyrir þetta aðeins að teygja sig. Já. Hvernig skiptist þetta milli Íslendinga og útlendinga? Við erum nú aðalega með útlendinga, en auðvitað var COVID-tíminn aðeins öðruvísi. Það voru fleiri Íslendingar á ferðum. En ég myndi segja svona, hvað 90%? Já, hlutdeild erlendra ferðamanna hérna á svæðinu er ansi há og er allir sé ekki réttur 90% eitthvað sluðis að jafna hjá flestum fyrirtækjurum hér. Já. Við bjóðum bæði upp á hús og síðan 2 manna herbyggi, þannig að það er svona fjölbreyttir möguleikar. Fólk getur hrifið að því að geta elda sjálft og verið svolítið úti fyrir sig. En var alveg spreng uppselt í sumar? Já, það seldist upp bara frekar snemma og ég man í rauninni ekki eftir því að þetta hafi verið svona þétt eftirspurn síðan bara árinu 2017-18 sem voru svona öflugustu árin. Svo svona slaknaði þetta aðeins 19 og svo þetta kom á þessi erfið ár 2021 en það seldist mjög snemma upp á sumarið að minnstakosti hérna á þessu svæði og svo heyrir maður ekki annað, þetta veit maður ekki fyrir að menn rýni tölunar en maður heyrir ekki annað en að fólk beri sig almennt nokkuð vel. En ég held að það þorði enginn að gera ráð fyrir, maður heyrir það í kringu sig, svona sprengingu, bara varandi starfsmenn og margir lendi í vesinni í byrjun sumars. Já, menn lendi í spreng með að manni eðurnar, þetta svona aðeins brendir eftir síðustu 2 ára að vera kannski margt fólk í vinnu en heldur lítið að gera. Hvernig verður þá veturinn? Það er frábær spurning. Verður ekki bara vonað að besta? Jú, það eru jákvæð tíðindi, auki flugum, Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll sem hjálpar vetrarferðamennskunni mjög mikið og svo ef að þessi andi heldur áfram, að skynjar að fólk er reiðubúið að koma og ferðast, það er líka forvitið að koma og sjá meira af Íslandi, kannski að koma í annað sinn og kemur þá norður og þetta svona háveturinn desember, janúar eru dimmir og kannski verða aldrei miklir ferðamánuðir en það hjálpar mjög mikið að það séu fleiri góðir mánuðir og nokkrir sæmilegir og þá þolur 2-3 mjög rólega til að þetta geti gengið svona á heilsársgrundvelli sem er svo mikilvægt fyrir heilbrigði greinarinnar og starfseminnar. Sko. Ég held líka að COVID hafi brotnað á að allir vilja komast í náttúruna og úr stórborgunum og þannig. Ég held það. En ég líka bara veturinn alltaf að verða meiri svona þekktur, auðlistur eða hvað maður segir. Já, kynntur og við erum einhvern veginn að vera færir í að taka móti fólki bara almennt á landinu með betri þjónustu, það er meira opið og fleiri möguleikar í boði og við erum bjartsýn að eðlisfærin, ég held að sé nú bara ástæða til bjartsýn, ég held að Ísland verði eftir svo þetta áfangastaður og við þurfum bara að vanda okkur í uppbyggingunni og geta tekið á móti fólki og gert það vel og þá sé nú landið nokkuð bjart og munir rísa hratt. Nú ef það kemur einhver pása er þá ekki nema bara að gifta sig? Við vorum pælið meir í tenni en jú, mögulega. Fara þessi hitan, við erum aðeins brend eftir þetta sumar, það hefur verið heldur kalt eftir þetta frábæra ári í fyrra
En jú, það getur komið sér vel að gifta sig. Við vorum nefnt í brúðkaupi hérna í Mývatnssveitum síðustu helgi og það var nú aldeilis dásamlegt. Við erum alveg Það endar ekki okkar eigið, það er Nei. enn í vinnslu. Það er búið að vera 16 ár í vinnslu en ég minna, Það kemur. það kemur.